Ný sjálfvirk landamærahlið voru tekin í notkun á Keflavíkurflugvelli síðastliðinn laugardagsmorgun. Hliðin eru hluti af framkvæmd við stækkun landamærasalarins á flugvellinum og eru samstarfsverkefni Isavia, lögreglustjórans á Suðurnesjum og ríkislögreglustjóra. Verkefnið er hluti af 7000 fermetra stækkun flugstöðvarinnar en auk landamærasalar hefur biðsvæði farþega og verslunar- og veitingasvæði í suðurbyggingu verið stækkað. Með stærri landamærasal og aukinni sjálfvirkni mun fjöldi farþega sem geta farið landamærin á klukkustund fara úr 2600 og upp í alltaf 3700 manns þegar fullum afköstum verður náð. Þetta mun bæta mjög afköst í landamæraeftirliti og auka þægindi farþega sem fara yfir landamærin, hvort sem þeir eru á leið til Íslands, frá Íslandi eða millilenda á leið sinni milli Evrópu og Norður-Ameríku. Já, það eru talsvert mikla breytingar sem eru að gerast akkurat í dag og reyndar langþráðar. Hér hafa staðið framkvæmdir í rúmt ár og nú erum við sem sagt að opna stækkaðan landamærasal og samhliða því erum við að taka í notkun sjálfvirk landamærahlið. Og við sjáum þau hérna fyrir aftan og við erum stödd hérna í brottförinni og við erum sem sagt með 6 sjálfvirk landamærahlið sem við erum að fara að taka í notkun í dag. Og hvernig virkar þessi búnaður? Þetta virkar þannig að það er svona ákveðin svona grunnskilyrði sem þurfa að vera til staðar og þetta er eingöngu ætlað ríkisborgurum Evrópska efnahagssvæðisins og einstaklingar þurfa að vera með lífkennavegabréf og að vera 18 ára að aldri. Hvað ræður þessum aldurstakmörkum? Það tengist nú bara því að börn yngri en 18 ára verða að vera í fylgd með forráðamönnum eða foreldrum. Og það er ekki hægt að koma því við svo tryggt sé að einstaklingar yngri en 18 ára fari gegnum sjálfvirk landamærahliðin. Þannig að þeir einstaklingar, og við beinum þeim tilmælum til fjölskyldna að fara bara í gegnum hefðbundnu landamærahliðin með einstaklingar sem eru yngri en 18 ára. Og hvernig virkar þessi búnaður? Já, hann virkar þannig að þú byrjar á því að setja vegabréfið þitt í skanna og það fyrsta sem gerist í þessu ferli er að það gengur úr skuggum það að þú sért með lífkennavegabréf og ert einn af ríkisborgurum af þessum svæðum sem ég nefndi áðan og einmitt þetta með aldurstakmörkinin. Og ef þetta gengur allt saman upp og þá opnast fyrsta hurðin og þú gengur inn í sjálft hliðið og þá fer af stað ákveðin ferill og þá eru könnuð öryggisatriði vegabréfsins og líka eru upplýsingar sendar inn í svokallað vefþjónustulag og þá eru upplýsingar, persónuupplýsingar, flett upp í lögreglukerfunum og lögreglukerfin eru sem þá erum við að kanna í Interpol, í SIS og í landskerfi lögreglunar. Og á sama tíma, og þetta er að gerast, og þá er sem sagt myndin sem er geymd í örgjörfunum í vegabréfinu borin saman við einstaklingin sem er inn í hliðinu. Og þá er sem sagt, ef allt gengur upp og þú ert sá sami maður og ert í myndin í örgjörfunum og þú kemur ekki upp smellur í þessum lögreglukerfum og þá eru líkur ferlinum og þú gengur í gegnum hliðin sjálf. Og þetta á að taka svona, ef allt gengur upp, innan við 20 sekúndur. Hverju mun þetta breyta fyrir lögregluna? Já, vonandi gerir þetta okkur aðeins lífið léttara eins og menn hafa kannski fengið fréttir af að þá eru miklar biðraðir hérna í flugstöðinni landamærin og við bindum vonum við það að þessum biðröðum munu aðeins þær munu minnka og biðtími farþega líka munu minnka en þetta er líka öryggismál. Við teljum að með þessum sjálfvirku hliðum þá séu líka auka öryggið. En þetta er kannski ekki endilega að fækka mannskap fyrir ykkur, það hljóta að vera ykkur svona maðurinn bak við tjöldin í þessum tækjum eins og öðrum? Já, við þurfum ákveðin svona utanumhald og það er alltaf einn starfsmaður sem fylgist með virkni hliðana og hugmyndin hjá okkur er ekki að þetta muni fækka starfsfólki, heldur munum við bæta bæði öryggi og þessa þjónustu sem er sem sagt markmið okkar. Og þetta er eitthvað sem við höfum verið að vinna með flugstöðinni og ríkislögreglustjóra og markmið okkar eins og ég segi er að bæta öryggi og auka þjónustuna. Í dag eru komin svona 6 svona sjálfvirk hlið en þið stefnið á að fjölga þeim, eða ekki? Já, það er eiginlega það sem við eiginlega byrjum á er að prófa okkur áfram með þessi 6 hlið
Nú í framhaldinu þá höfum við hugmyndir það að fjölga hliðunum og eins og ég sagði áðan þá þetta hugsað fyrir EES-borgara en við munum þá runni útvíkka þetta og það munum þá þriðja ríkis borgarar fá möguleika á því að nota hliðin. Þannig að það þess við stefnum að. Þetta eru hlið á svo kallum ytri landamærum, þetta bara leiðin milli Evrópu og Ameríku. Já, við getum alveg sagt það sé ágætis skilgreining hjá þér.